Tveir létust og á þriðja tug særðust þegar maður ók inn í mannfjölda í þýsku borginni Leipzig. Karlmaður á fertugsaldri var handtekinn á vettvangi. Ekkert lát á stórhuga áformum uppbyggingu gagnavera á Íslandi. Atnorð stefnir á að verja 100 milljörðum króna í slíka uppbyggingu á Akureyri og Reykjanesskaga. Sólmyrkvinn í ágúst gæti aukið verðbólguþrýsting og leitt til þess að forsendu ákvæði kjarasamninga bresti. Þessu spáir greiningardeild Landsbankans og vísar í svokölluð Taylor Swift áhrif. Strandveiðitímabilið hófst í morgun og mikil uppgrip voru í Sandgerði þegar hátt í 40 bátar komu til hafnar með afla dagsins. Rúmlega 800 strandveiðileyfi hafa verið gefin út. Grænlenski þjóðbúningurinn kom við sögu á peysufatadegi Verslunarskólans. Prúðbúnir nemendur stigu skottís undir harmoníkuleik í blíðskaparveðri á Ingólfstorgi. Komiði sæl. Minnst 2 eru látnir eftir að maður ók bíl inn í mannfjölda í miðborg Leipzig í Þýskalandi í dag. 20 hið minnsta eru særðir, þar af allavega 3 alvarlega. Ökumaður bílsins var síðar handtekinn á vettvangi. Hann er 33 ára þýskur ríkisborgari. Samkvæmt innanríkisráðherra Saxlands var árásarmaðurinn einn að verki. Lögregla telur hann eiga við geðræn vandamál að stríða. Ráðherrann segir borgina örugga og borgarbúa ekki í hættu. Á blaðamannafundi lögreglu á 7. tímanum kom fram að atvikið væri rannsakað sem morð og tilraun til manndráps. Wir haben es mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Stand jetzt mit einem Einzeltäter zu tun. Und es ist ein Amoktäter. Wir gehen also davon aus, dass Leipzig absolut sicher ist, man sich auch sicher in der Fußgängerzone wieder bewegen kann. Der Täter ist 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger. Man findet gar nicht die richtigen Worte für diese fürchterliche Amokfahrt. Gedanken sind natürlich jetzt bei den Opfern, bei den Angehörigen, bei den Menschen, die auch psychisch das kaum ertragen können. Mikil spenna er á landamærum Líbanon og Ísrael þrátt fyrir vopnahlé. Íbúar beggja megin landamærana segist ekki upplifa að stríðinu sé lokið. Átökin hófust þegar Hezbollah skaut eldflaugum yfir til Ísrael í byrjun mars til að hefna fyrir árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran í lok febrúar. Vopnahléið tók gildi 17. apríl. Fulltrúar ríkisstjórna beggja ríkja hittust í fyrsta skipti í áratugi en Hezbollah voru ekki með í þeim viðræðum. Þrátt fyrir það hafa bæði Ísraelsher og Hezbollah haldið árásum áfram. Ísraelsher hefur lagt undir sig nokkuð stórt landsvæði í suðurhluta Líbanons og margir Líbanar óttast að því verði ekki skilað aftur á næstunni. Fyrir íbúa í norðurhluta Ísraels nærri landamærunum að Líbanon er eins og ekkert vopnahlé sé í gildi. מלחמה שעוד לא נגמרה. אזעקות, אם יש משהו שהוא בלתי נסבל, זה סוללות של הירי שלנו. היירוטים שיוצאים 2 מטר מהבית, אי אפשר להתרגל לרעש הזה לעולם. זה כאילו יוצא לך מטוס F-16 מהלב, מ-0 ל-100, לזה אי אפשר להתרגל אף פעם. Ísraelsher hefur skipað íbúum fjölda bæja og borga í suðurhluta Líbanon á brott. Meira en 1,2 milljónir eru á flótta í landinu. Sumir hafa engra annara kosta völ en að snúa tilbaka í eyðilögð hús. نرجعنا عشان بيتنا وبلدنا. وين بدنا نروح؟ هيا المرة الماضية ضربوا البيت رجعنا صلحنا وهي مرة تانية ضربوها. 100 milljarða fjárfestingar fyrirhuguð í áframhaldandi uppbyggingu gagnavera á Íslandi. Hagvaxtaráhrifum þeirra er líkt við uppbyggingu álversins á Reyðarfirði. Það er ákveðnar aðstæður á Íslandi sem að eru hagstað fyrir gagnaver. Er
Við erum komin hérna fram í maí og okkur skítkalt og það bara nokkuð gott fyrir tölvuvinnslu því að það dregur þá úr þeirri rafmagnsnotkun sem þarf til þess að kæla tölvubúnaðinn. Hér líka endurnýjanleg raforka og það mjög eftirsóknarvert hjá þeim aðilum sem eru okkar viðskiptavinir. Gagnaver hafa risið víðsvegar land á undanförnum árum. Mikil eftirspurn eftir þjónustu þeirra, bæði innanlands og erlendis. Nýverið tilkynnti North mikla stækkun á Akureyri, þar sem fjölga á byggingum úr 7 í 17 á næstu árum og svipaða sögu að segja af starfsstöð þeirra á Reykjanesskaga. Við höfum fengið nokkra mjög góða viðskiptavini til Íslands og gætum eflaust fengið mun fleiri ef meiri orka væri á lausu. Það ekki aðeins uppbygging mannvirkjana undir gagnaverin sem kostnaðarsöm, heldur getur kostnaður við hvern tölvuskáp hlaupið á hundruðum milljóna króna og hver bygging hýsir tugi slíkra skápa. Að mati Eyjólfs mikilvægt að horfa til framtíðar í uppbyggingu gagnavera og áhrifa hennar á samfélagið. Á þessum tímum til dæmis þegar mikið kvartað yfir byggingageiranum, þá allavega gagnaverin að byggja og halda smá lífi í honum. Þannig að ég held að gagnaveri í heild sinni skipti bara mjög miklu máli fyrir Ísland. 3 fyrirtæki reka gagnaver á Íslandi og þau með 7 starfsstöðvar víðsvegar landið. 3 þeirra eru í Reykjanesbæ, 1 í Hafnarfirði, 1 í Reykjavík, 1 á Blönduósi og 1 á Akureyri. Frá árinu 2022 hafa útflutningstekjur gagnavera á Íslandi aukist ríflega 60%, úr 17 milljörðum króna í 28,3 milljarða. Starfsmenn gagnavera á Íslandi skipta hundruðum og þá fjöldi afleiddra starfa ekki tekinn með í reikningin. North áætlar að fjárfesta fyrir tæplega 100 milljarða í uppbyggingu á næstu árum og hefur slík uppbygging þó nokkur áhrif á hagvöxt á Íslandi, samkvæmt aðalhagfræðingi Íslandsbanka. Þau eru talsverður og ört stækkandi hluti. Þau eru að verða alveg merkjanlegu hluti og allstór til dæmis af útflutningstekjum þjóðarbúsins. Við erum þegar farin að sjá útflutningstekjur þjóðarbúsins aukast töluvert vegna þessara uppbyggingar og auðvitað eru svæðisbundin áhrif, til dæmis í Eyjafirðinum á uppbyggingunni þar, þau eru umtalsverð og hagvaxtar áhrifin verða í rauninni fyrst veruleg þegar gagnaverin eru komin í fulla starfsemi og fara þá að borga laun innlendum aðilum, fara að kaupa þjónustu, fara að borga opinber gjöld og auðvitað raforkuna sem skiptir líklega hvað mestu máli þessum innlendu þáttum. Þannig að við erum að tala þar um 20 milljarða sem að þetta bætir við þjóðarbúið, bætir við landsframleiðsluna á hverju ári hérðan frá. Velkomin Björn, þú ert formaður samtaka gagnavera. Eins og þarna komið fram þá uppbyggingi verið mikil og hröð. Endalaust hægt að bæta við gagnaverum hér á landi? Þrátt fyrir að hérna séu kjöraðstæður, kalt loftslag sem henta vel til kælinga, endurnýjanleg orka, þá geiranum ákveðin takmörk sett. Við þurfum sérfræðinga til þess að sinna þeim störfum sem þarf að sinna. Við þurfum áreiðanlega nettengingar, en þetta snýst mikið orku og aðgengi orku í gegnum flutningskerfi. Þannig að það mikilvægt að marka sér stefnu og hafa skýra framtíðarsýn ef við viljum halda áfram að láta geiran vaxa og dafna. Og þar erum við þakklát til dæmis fyrir atvinnustefnu og hvernig hún að taka á gagnaverum. Einmitt. En hverjir eru helstu viðskiptavini gagnavera á Íslandi? Þetta íslenska eða erlend fyrirtæki? Þetta blanda. Við erum að hýsa í gagnaverunum hér mikið af þjóðhagslega mikilvægum innviðum á stafrænu hliðinni. En fyrst og fremst á þessum skala sem við verðum að vinna á í dag þá þetta erlendir aðilar. Þar sem við erum að vinna sem dæmi með bílaframleiðendur, lyfjageira, fjármálageira og við erum í rauninni að senda okkar vöru hvert sem í heiminum á sekúndubroti með ljósi. Þannig að við erum í rauninni að flytja út stafræna vöru á hverjum degi heimshorna á milli. Einmitt. Nú þetta ekkert alveg óumdeild starfsemi samt. Ég meina í upphafi var mikið talað að þarna færi aðalega fram rafmyntagröftur og svo hefur líka verið bent á að gagnaverin útvegi kannski hlutfallslega fá störf með við orkuna sem að þau krefjast til þess að virka. Verði við mikla mótstöðu við áformin ykkar? Ég myndi segja að hún sé minnkandi. Geirinn hefur verið að umbreytast úr fyrri kúnnum rafmyntagreftri yfir í fjölbreytta flóru af kúnnum sem eru með ríkar þjónustukröfur. Þannig að það þarf að byggja mikið undir það líka á mannlegu hliðinni. Þannig að fjöldi starfa að aukast mjög mikið per orkueiningu og virðið sem að verða til í dag versus það hvað það var fyrir 10 árum síðan hefur gjörbreyst og umpólast má segja. Kærar þakkir fyrir komuna Björn. Takk sömuleiðis.
Og við snúum okkar allt öðru. Mannúðar ástand á Gaza versnar dag frá degi þrátt fyrir að vopnahlé hafi staðið í hálft ár að nafninu til. Lítið sem ekkert af bílavarahlutum hefur verið flutt þangað síðan sem bitnar á öllum bílaflótunum, líka sjúkrabílum. Rottur, flær og önnur meindýr dreifa einnig sjúkdómum meðal íbúa sem eru á vergangi og á flótta. Meðal ákvæða samnings vopnahlé á Gaza sem tók gildi í október var að Ísraelar myndu hleypa 600 flutningabílum á dag þangað inn. Samkvæmt yfirvöldum á Gaza nær fjöldi ferða þó ekki helmingnum af því. Síðan í október hefur aðeins einn flutningabíll komið með bílavarahluti. اليوم التوفير فيش توفير لا الكراسة ولا للغراض ولا لأي حاجة. اليوم احنا بنشتغل قاعدين فيبر اللي هو الفيبر منتهي. هذا الفيبر متحرك افتنن عشان نشتغل برضه يعني مش انه يعني مواد اللي ينفع نشتغل فيها ما ينفعش نشتغل فيها هذه المواد. Verðið á því litla sem til hefur rokið upp og staðan hefur líka áhrif á samgöngur. Áður gengur rútur Mahmouds daglega en nú hefur þeim verið lagt. السيارات كمان قاعدة لا في كاوتشوك عندنا ولا في بطاريات ولا في زيوت الزيت ب1000 شيكل وزيادة البطارية ب20,000 شيكل و15,000. Eins vantar varahluti í sjúkrabíla og aðra bíla almannavarna á Gaza. Stofnunin varar við að verði ekki bætt úr gæti farið svo að aðeins yrði hægt að mæta á vettvang neyðar fótgangandi. Mannréttindasamtök telja Ísrael að brjóta alþjóðalög með því að hleypa ekki nauðsynlegum varahlutum og olíu inn á Gaza, enda bitnið á getu til að veita mannúðaraðstoð. Maja Sín 4 ára. Hún að jafna sig á veikindum eftir að hafa verið bitin af hreysiketti. على صوت الصراخ على الساعة 2 في الليل لما ضوى جوز الكشاف ولا العرس شرطت بتطلع في ايدها ولا كلها دم دبت الدنيا دم. Þetta mánaða gamla kornabarn með sár á kinninni eftir rottu. Þrátt fyrir að óstöðugt vopnahlé á Gaza sé í gildi hafa lífskjör íbúa ekki batnað. Óhreinsað skólp brennur flóttamannabúðir og skapa kjör aðstæður fyrir hinn ýmsu nætur. Rizk Abu Laila býr með 4 ung börn í flóttamannabúðum sem eru nánast ofan í ruslahaug. فيش نوم يعني بنزل من مكب النفايات بيصير يتكتلم من كثر عدد مش طبيعي يعني امور صعبه والله. Nauðsynlegar birgðir þarf til að gera við innviði á Gaza, allt frá hreinsiefnum til skólpröra, en Ísrael leyfir ekki flutninga af öryggisástæðum. Stjórnvöld þar segjast vinna við að meta þörfina. Á meðan grípa íbúar til þeirra ráða sem þeir geta og sprauta skordýraeitri til að sótthreinsa nærumhverfið. What is needed is a very large-scale campaign to be able to deal with the waste and rubble problems across Gaza. Pipes have been destroyed and treatment facilities have been destroyed, so we are trying to scale up our support to manage the wastewater and sewage. Meirihluti utanríkismálanefndar Alþingis hafnaði í morgun beiðni stjórnarandstöðunar að fá upplýsingar fundi og samskipti ESB við íslensk stjórnvöld á kjörtímabilinu. Fyrir liggur samsvarandi beiðni til íslenska stjórnvalda. María Sigrún Hilmarsdóttir, fréttamaður á Alþingi. Ert þú með frekari skýringar á þessu, María Sigrún? Til þess erum við hingað komin með 2 nefndarmenn, einn frá stjórnarandstöðinni og annan frá stjórnarmeirihlutanum, en stjórnarandstaðan hefur óskað eftir svörum við þessari beiðni frá því seint í mars. Diljá Mist, hvaða þýðingu hefur þetta fyrir ykkur í stjórnarandstöðinni? Já, það er auðvitað hlutverk okkar hér nefndum Alþingis að vinna þessi mál vel og kalla fram upplýsingar. Og það eru mikil vonbrigði að meirihlutin skuli ljúka umræðan með þessum hætti að neita frekari gestakomum, að neita upplýsingabeiðnum. Og maður veltir auðvitað fyrir sér hver ástæðan fyrir því er. Af hverju vill meirihlutin minni frekar en meiri upplýsingar í þessu máli. Og auðvitað vakna spurningar það hvort það sé eitthvað að óttast varðandi svör frá Evrópusambandinu samskiptin við íslensk stjórnvöld. Það eru ágætnar sem við höfum. En getið þið sjálf ekki bara óskað eftir þessum upplýsingum? Já, það er meðal það sem við þurfum að skoða núna. Við höfum auðvitað verið með þessa beiðni inni liggjandi í nefndinni í yfir mánuð og gerðum bara ráð fyrir því að við getum fundið fljótt á því að það eru engin lög eða reglur sem að binda hendur utanríkismálanefndar við að afla upplýsinga.
Og hérna er líka fulltrúi meirihlutans. Sigmar, hvers vegna hafnið þessari beiðni og líka því að fá til ykkar fleiri gesti á fundina? Já sko, þetta er búið að liggja fyrir afstaða okkar í þessu máli núna mjög lengi. Þetta er ekkert flókið, það er að ræða milliríkja samskipti. Við getum ekki, samkvæmt þingskapalögum og bara svona öllum venjum og hefðum, óskað eftir upplýsingum frá alþjóðastofnun sem við erum ekki aðilar að. Við getum ekki sætt okkur við það íslensk stjórnvöld ef að einhverjir utanakomandi krefji okkur upplýsingar. Það verður að biðja minnisblöð, það verður að biðja minnispunkta, nótur af fundum og annað. Við getum ekki beðið Evrópusambandið þetta frekar heldur en að Evrópusambandið á okkur rétt á því að fá sambærilega punkta frá Íslandi. Það er nú það sem að þetta snýst Það er bara verið að fara að þingskapar lögum í þessu. En væri ekki hreinlega betra fyrir ykkur afhjúpaðir samskipti og þá er þessi þáttur þrætunar frá? Já sko, eins og ég segi, þetta snýst svolítið eðlileg milliríkja samskipti og þetta snýst líka þingskaparlögin. Þetta eru lög frá Alþingi sem að fara þeir eftir. Nú er það auðvitað þannig að þessi upplýsingabeiðni, hún auðvitað nær til íslenskra stjórnvalda, þannig að það er auðvitað lítið mál að beina beiðni þangað en það er ekki eðlilegt að íslenskir þingmenn séu að biðja svona upplýsingar skriflega punkta af fundum. Til þess eru lögin ekki, þau ganga ekki út á það og það verður að vera gagnkvæmni í því. Svo er þetta líka kannski við má nefna stærsta máli sem hefur verið í utanríkismálanefnd í dag. Það var auðvitað úttekt Hagfræðistofnunar vexti og verðbólgu og ég skil það vel að stjórnarandstaðan vil ekki ræða það. Takk fyrir þetta Sigmar og Diljá og við kveðjum hérna frá Alþingi. Takk fyrir þetta María Sigrún Hilmarsdóttir á Alþingi. Og stjórnmálin koma líka við sögu í umræðum kvöldsins í Silfrinu. Er það ekki Valgeir Örn? Jú, við ætlum að tala kosningabaráttuna fyrir sveitarstjórnarkosningar sem komin á fullt og nær hápunkti næstu daga. Hingað koma Bryndís Ísfold Hlöðversdóttir, ráðgjafi, Eva Marín Hlynsdóttir, prófessor í stjórnmálafræði og fréttamennirnir Elísabet Inga Sigurðardóttir hjá Sýn og Magnús Geir Eyjólfsson á RÚV. Síðar í þættinum beinum við athyglinni að bandarískum stjórnmálum. Silfrið klukkan korter yfir 8. Missum ekki því. Takk Valgeir. Sólmyrkvinn í ágúst gæti skapað verðbólguskot á versta tíma. Þetta kemur fram í nýrri hagspá Landsbankans. Hagfræðingar bankans vísa í Taylor Swift áhrifin í rökstuðningi sínu. Sólmyrkvinn verður í miðri verðsöfnunarviku Hagstofunnar. Flugfarseðlar og gistirými seljast nú hratt upp dagana í kringum sólmyrkvann 12. ágúst og þetta auðvitað frábær uppgrip fyrir þjóðarbúið. En sá böggull fylgir skammrifi að sömu dagana fer fram verðbólgumæling. Sólmyrkvinn eykur enn frekar líkurnar á því að forsenduákvæði kjarasamninga brotni. Þetta verður mikil aukning á ferðamönnum og slíkt sem er þetta bara jákvætt í stóra samhenginu að fá fleiri ferðamenn og þetta er líka bara auglýsing fyrir landi og slíkt. Fleiri ferðamenn og umfram eftirspurn hækkar verð og ýtir undir verðbólguna. Og eins og stendur eru flestar spár svona og yfir 4,7% verðbólguspár þar að segja fyrir verðbólgu í ágúst. Þannig að það þarf í rauninni ekkert endilega mikið til að verðbólgan endi hérna yfir 4,7% og ef áhrifin af sólarhringarnir verða þau að verðbólgan mælist eitthvað aðeins hærri þá gæti það verið nóg til þess að forsenduákvæði virkist. Þetta er svona versta tímasetningin kannski mögulega fyrir sólmyrkvann til þess að koma. Við berum þetta svolítið saman við Taylor Swift áhrifin. Taylor Swift er auðvitað rosalega vinsæl og þegar það var sérstaklega á túrnum hennar 2024 sem það mældust alveg veruleg áhrif þegar hún var að koma við í borgum og bæjum á þessu tónleikaferðalagi og við bendum sérstaklega á í Stokkhólmi. Það var þrennir tónleikar, gríðarlegur fjöldi áhorfenda aðdáenda sem mætti í borgina og sem stuðlaði því að verð á hótelgistingu til dæmis hækkaði. Hækkaði nægilega mikið til þess að verðbólga hækkaði umfram það sem að flestir markaðsaðilar voru búin að gera ráð fyrir. Þannig að þegar svona stóri viðburðir gerast og hvort sem maður segir Taylor Swift eða sólmyrkvi þá bara getur það haft áhrif á hagkerfið. Hátt í 40 bátar lögðu af stað frá Sandgerðishöfn í morgun þegar strandveiðitímabilið hófst. Rúmlega 800 leyfi hafa verið gefin út og heildarþorskkvóti nemur rúm 10.000 tonnum. Það var líf og fjör í Sandgerðishöfn í morgun þegar fyrstu strandveiðibátarnir voru að koma til hafnar með afla dagsins. Strandveiðitímabilið stendur til loka ágústmánaðar en síðustu ár hefur kvótinn verið að klárast upp úr miðjum júlímánuði. Strandveiðimenn vonast þó til að veiðin endist lengur þetta árið með viðbótarkvóta síðar á tímabilinu í samræmi við frumvarp sem innviðaráðherra lagði fram á Alþingi í mars.
Það fiskaðist vel í morgun og voru strandveiðimenn sáttir. Hvenær lagðir þú af stað í morgun? Svona 4 nótt. Hvernig gekk? Bara vel, komið skapturinn. Hvað er það mikið? 770 kíló, 74. Veðrið í lagi? Já, ágættur. Gekk bara ágætlega. Við náðum í þennan riskjarni í Garðsjónum. Ætla þetta sé ekki svona 8 mílur hérðan keyra, norðvestur af Garðskaganum, norðaustur. Varstu lengi að ná hámarkinu? Þetta er sennilega fari í veiðarna 4 tímar, eitthvað svoleiðis sko. En blandaði fiskur, óvinni blandaðar á þessu svæði. En allavega útlítið gott, líf, æti fyrir fiskinn, þannig að þetta lítur ágætlega út allavega. Hvað varst að koma með í land? Ég var örugglega með skammtinn á þorski og eitthvað að ufsa. Veiðitímabilið að hefjast, hvernig leggst það í þig? Bara mjög vel. Það hefur verið talað aðeins öryggisbúnað. Ertu búin að yfirfara allan öryggisbúnað í þínum bát? Já, það er búið að fara yfirfara allt saman. Alls hafa verið gefin út 811 leyfi til strandveiða og 28 umsóknir eru enn í vinnslu. Til samanburðar bárust 888 umsóknir í fyrra. Vilhjálmur Ólafsson, yfirhafnavörður í Sandgerði, segir mikil uppgrip fylgja strandveiðum. Þetta sé ekki svona á bilinu 30-40 landanir sem við verðum með í dag og við höfum séð upp í 50 landanir per dag á strandveiðinni, þannig að þetta er mikil vítamínsbrauta fyrir okkur hér í Sandgerði. 3 farþegar skemmtiferðaskipsins MV Hondius eru látnir af völdum handaveiru. Nokkrir til viðbótar hafa sýkst. Skipið var á siglingu milli Argentínu og Grænhöfðaeyja þegar veikindi fóru að gera vart við sig borð. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin segir áhættu fyrir almenning litla og engin ástæða sé til að setja ferðatakmarkanir. Hondius er reglulegu gestur í íslenskum höfnum og er væntanlegt í Keflavíkurhöfn síðar í mánuðinum og staldraði svo við á nokkrum stöðum á landinu. Prófessor í smitsjúkdómalækningum sagðist í hádegisfréttum búast við að ferð þess yrði stöðvuð áður en það kæmi til Íslands. Unfortunately, there are no specific vaccines for antiviral diseases. There are no specific antivirals to treat the disease in humans with. Treatment primarily is supportive care, so early identification of cases, seeking medical attention, and getting into facilities that are capable of assisting, for example, in this case, with the respiratory distress portion of the disease. That's really critical, but specific medical interventions, just nothing exists at this time. Efniviður í rúmlega 4 vindmyllur af þeim 28 sem reistar verða í fyrstu vindorkuvirkjun landsins, Vaðölduveri, er komin til landsins. Vindmyllunar kom með skipum frá Rotterdam í Þýskalandi, en 3. skipið kom í Þorlákshöfn í gærkvöldi. Fyrsti flutningur á vindmyllum er áætlaður aðfarnótt 50 og munu flutningar fara fram að nóttu til 6 daga vikunar næstu 9 vikur. Hver bílalest getur orðið alltaf 250 metrar löng en farnar verða 350 ferðir milli Þorlákshafnar og Vaðölduvers á 30 km hraða. Þetta eru einhverjir mestu þungaflutningar sem ráðist hefur verið í á Íslandi. Og Rotterdam er að sjálfsögðu í Hollandi en ekki í Þýskalandi. En prúðbúnir nemendur Verslunarskóla Íslands stigu dans á Ingólfstorgi í Reykjavík í dag í tilefni af peysufatadegi. Flest voru klædd íslenskum þjóðbúningum en grænlenski þjóðbúningurinn kom einnig við sögu. Við vorum að dansa. Hvað er þetta? Skottis og eitthvað annað? Já, í tilefni peysufatadags Versló. Og hvernig gekk dansinn? Bara sjúklega vel. Já, eiginlega bara eins og í sögu. Við æfum okkur mjög mikið og það gekk bara þokkalega sko. Bara mjög vel, við vorum bæði búin að æfa okkur heima og það gekk bara eins og í sögu sko. Við kunnum sporinn sko. Langamma mín átti vestið og undirkjólinn. Og amma mín fékk svo frá konu í Hafnarfirði svuntuna og skyrtuna og ég veit líka að hún safnaði svona glingrinu alveg frá bara mjög lengi sko. Ég er í upphlaup sem amma mín saumaði og ég heiti í höfuð á henni og hún hefði verið 88 ára í dag og það er bara algjör heiður að fá að vera í upphlaupnum hennar og mamma mín á líka honum á sínum peysufattadag í Versló. This is an anorak
this is what the woman wore as an everyday like clothes in the back in the 50s and everything. Yeah. And you also? Yes, this is the traditional men's clothes in Greenland, and we use it when there is a big day like this one. How did you like the dance? It was very good, and like it's very fun to perform it and learn it. It's like a new dance. It's fun. Was it hard? We only learned it in one gym class, so it was like a bit confusing. But we learned it and it was all right. Þá skulum við sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins. 12 dagar eru til sveitarstjórnarkosninga. Við rýnum í hvaða málaflokkar eru kjósendum efst í huga. Talið að íbúar á höfuðborgarsvæðinu sitji að jafnaði alltaf 4 sólarhringa á ári í umferðartöfum. Hvernig hægt að greiða úr teppunni hraðar en gert ráð fyrir? Svo heimsækjum við Kötlu Sólnes, kvikmyndagerðarkonu sem hlaut nýverið styrk frá bandarísku kvikmyndaakademíunni. Og svo frétti ég á 30-afmælinu mínu að ég vann þessa keppni sem var geðveikt. Það var mjög góð afmælisgjöf. Og þá að veðri. Norðan 5 til 13 metrar á sekúndu á morgun með éljum fyrir norðan og austan en slydduéljum tíma syðst, annars bjart með köflum. Hiti frá frostmarki landi norðanvert upp í 7 stig sunnan til. Allt veðrið að lokum íþróttafréttum. Eitt mikilvægasti leikmaður íslenska kvennalandsliðsins í handbolta á leið í atvinnumennsku erlendis á ný. Áfangastaðurinn Rúmenía. Oddaleik þarf í undanúrslitin við Tindastóls og Stjörnunar á Íslandsmóti karla í körfubolta. Svo er besta deild karla í fótbolta og enski boltinn í íþróttum hér eftir fréttir. Og það var helst í þessum fréttatíma að 2 létust og á 3. tug særðust þegar maður ók inn í mannfjölda í þýsku borginni Leipzig. Karlmaður á fertugsaldri var handtekinn á vettvangi. Ekkert lát er á stórhuga áformum uppbyggingu gagnavera á Íslandi. Atnorð stefnir á að verja 100 milljörðum króna í slíka uppbyggingu á Akureyri og á Reykjanesi. Sólmyrkvinn í ágúst gæti aukið á verðbólguþrýsting og leitt til þess að forsendu ákvæði kjarasamninga bresti. Þessu spáði greiningardeild Landsbankans og vísar í svokölluð Taylor Swift áhrif. Strandveiðitímabilið hófst í morgun og mikil uppgrip voru í Sandgerði þegar hátt í 40 bátar komu til hafnar með afla dagsins. Rúmlega 800 strandveiðileyfi hafa verið gefin út. Það var þetta upptalið okkur í bili og komið íþróttum veðri, Kastljósi og Silfri. Takk fyrir samfylgdina á öllum okkar miðlum í dag, verið þið sæl.